Jæja, þá er komið að næsta dagskrárlið. Það 5. liðurinn sem eru reikningar Öryrkjabandalags Íslands kynntir og bornir upp til samþykktar. Guðmundur Snorrason, endurskoðandi PricewaterhouseCoopers HF, kynnir og fer yfir tölur í ársreikningi. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Formaður fundarstjóri, góðir fundargestir. Ég ætla mér að fara hérna yfir ársreikninga félagsins fyrir árið 2011. Hvar finn ég hérna hérna Lilja, fyrirgefðu. Lilja, hvar ertu með ársreikningana hérna inni hjá þér? Þarna, já. Mér skilst að flestir séu búin að fá ársreikningana senda til sín, en ég ætla að rúlla hérna í gegnum þá bara hérna upp á tjaldinu leið og ég fer yfir þá. Eins og fram kemur í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar þá var hagnaður af reglulegum rekstri bandalagsins 22,4 milljónir króna, en heildarhagnaður að teknu tilliti til jákvæðra fjármagnsliða var 49,6 milljónir. Heildarbókvart verð eigna var 542 milljónir króna í árslok 2011 og eigið fé bandalagsins í árslok nam 484 milljónum króna. Og þannig kemur fram að það álit framkvæmdastjórnar Öryrkjabandalagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu bandalagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun bandalagsins komi fram í ársreikningnum. Í áritun endurskoðanda kemur fram í hverju endurskoðun fólgin, og ef við lesa aðeins bara loka álit okkar, það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu bandalagsins á árinu 2011, efnahag þess 31. desember 2011 og breytingu á handbæru fé á árinu 2011 í samræmi við lög og setta reikningsskilareglur, og að skýrsla stjórnar hafa að geyma þær upplýsingar, koma þær ekki fram annars staðar í ársreikningnum sem þar ber að veita í samræmi við lög ársreikninga. Áritun félagskjörinna skoðunarmanna. Við undirritaðir félagskjörnir skoðunarmenn höfum yfirfarið ársreikningu Öryrkjabandalagsins rekstrarárið 2011. Skoðunin gaf engin tilefni til athugasemda. Þá að rekstrarreikningi ársins. Eins og þið sjáið þá eru heildartekjur töluvert hærri en árið á undan, eða 364 milljónir á móti 296 milljónir á árinu 2010. Þar náttúrulega fyrst og fremst að ræða framlögin frá Íslenskri geðspá, og það kemur, eins og þið sjáið þarna, sem dregið fram sérstaklega, sérstakt auka framlag upp á 40 milljónir króna. Rekstrargjöldin reyndust einnig hærri, eða 341,5 milljónir króna á móti 248 milljónir árið á undan. Styrkir og framlög voru 200,6 milljónir króna á móti 156 milljónir króna á árinu 2010. Laun og tengd gjöld hækka nokkuð milli ára, eru 62 milljónir króna, eða 62,7 milljónir króna á árinu 2011 á móti tæpum 50 milljónir króna á 2010. Þar kemur fyrst og fremst til fjölgun stöðugilda og launahækkanir á árinu. Lífeyrisskuldbinding, gjaldfærð 5,8 milljónir króna, kostnaður við tímarit 10,8 milljónir króna og annar rekstrakostnaður
er 59,5 milljónir króna á móti 37 milljónir króna árið á undan. Við förum aðeins betur í og skoðum í hverju þetta er fólgið, en kostnaður við afmæli hafði þarna mjög mikið að segja. Rekstrarhagnaður ársins fyrir fjármagnsliðina er 22,4 milljónir króna á móti 47 milljónir króna árið á undan, en að teknu tilliti til fjármagnsliða, það er einkum að ræða vexti og verðbætur af bundnum innstæðum. Samtals nema þessir liðir á árinu 2011 24,4 milljónum króna á móti 22 milljónum króna árið á áður. Þannig að loka niðurstaða afkoma ársins er 46.878.158 á móti 69,5 milljónum krónum árið á undan. Ef við myndum okkur þá í efnahagsreikninginn, vélaráhöld og tæki, þið sjáið að sá liður hækkar nokkuð milli ára. Það er vegna fjárfestinga á árinu í áhöldum og tækjum upp á 5,4 milljónir króna, og að teknu tilliti til afskrifta ársins þá er bókfært verð áhalda tækja og búnaðar 4,9 milljónir króna. Stofnframlög eru þarna óbreytt milli ára, 1.065.000 krónur. Þar er að ræða stofnframlög til Íslenskra getspár, Málræktarsjóðs, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Fjölmenntar. Bundnar bankainnstæður vegna arfs Ólafs Gísla Björnssonar nema í árslok 256 milljónum tæpum á móti 240 milljónum árið á undan, og bundnar innstæður í varasjóði Öryrkjabandalagsins 93 milljónir á móti 58 milljónum króna. Þannig að fasta fjármunir, og við teljum bundnar innstæður sem eru bundnar til lengri tíma en 12 mánaða, við teljum það sem fasta fjármunir. Heildarsumma þessara liða er 254 milljónir, hefur hækkað rúmar 50 milljónir milli ára, en það námu 301 milljón króna í árslok 2010. Veltufjármunir samanstanda markaðsverðbréfum sem að námu 4 milljónir króna, rúmum 4 milljónir króna í árslok 2011. Þannig krafa á tengda aðila upp á 9,7 milljónir króna á móti 9 milljónum árið á undan, og aðra skammtíma kröfur eru 43 milljónir á móti 23 milljónir króna. Það er eiginlega eingöngu að ræða desemberframlagið frá Íslenskri getspá sem að skilaði sér svo inn í byrjun janúar núna 2012. Og handbært fé 129,9 milljónir á móti 156,7 milljónum króna árið í árslok ársins á undan. Þannig að heildareignir vaxa milli ára úr 494 milljónum í 541.812.540. Víkjum þá að eigin fé og skuldahliðinni. Óráðstafað eigið fé nemur í árslok 484 milljónum króna, hefur vaxið sem nemur afkomu ársins, en það var 437 milljónir króna í árslok 2010. Lífeyrisskuldbindingar sem eru útreiknaðar af tryggingastarfræðingi eins og áður nema 39,9 milljónir króna í árslok 2011 á móti 39,2 milljónir króna í árslok 2010. Viðskiptaskuldir 3,7 milljónir, nokkru lægri en árið á undan, þá námu það 4,9 milljónir króna. Þannig fyrst og fremst að ræða ógreiddan kostnað til aðila sem hafa verið að þjónusta bandalagið. Skuld við tengda aðila 4 milljónir á móti 6 milljónir króna árið á undan, og áætlaðar lífeyrisgreiðslur næsta árs 5,2 milljónir á móti 4 milljónum í árslok 2010,
og aðrar skammtímaskuldir eru 4,8 milljónir á móti 2,8 milljónum árið á undan. Þar er að ræða fyrst og fremst laun og tengd gjöld í árslok og ef ég man rétt ógreitt framlag til Laugarneskirkju upp á milljón held ég hafi verið í árslok. Þannig að skuldir samtals eru, má segja, óbreyttar milli ára, 57,7 milljónir á móti 57,2 milljónum króna árið á undan og eiginfjárskuldir 541.812.540 krónur í árslok 2011. Ef við víkjum þá aðeins að sjóðstreyminu, þá sjáum við að hagnaður ársins er 46,8 milljónir eins og niðurstaða rekstrarreikningsins sýndi okkur. Afskriftir hækka töluvert milli ára eða úr 514.000 krónum í 2.014.000 krónur. Það er náttúrulega vegna þessara fjárfestinga sem voru eignfærðar á árinu í vélum og búnaði. Og aðrir liðir þarna 1,6 milljón, samtals veltu frá rekstri upp á 50.577.000 krónur. Síðan er þarna breyting á rekstratengdum liðum sem ekki hafa áhrif á rekstur, samtals 21,8 milljón, þannig að handbært fé frá rekstri er 28,7 milljónir króna. Síðan eru þarna undir fjárfestingarhreyfingum einhverjar smá breytingar á markaðsverðbréfunum, kaupverð áhald og tækja eins og við gátum áðan upp á 5,4 milljónir og breyting eða aukning á bundnum bankainnstæðum upp á 50,1 milljón króna. Þannig að þessi liðir eru 55,4 milljónir króna. Þetta þýðir að handbært fé lækkar 26 milljónir króna en það er náttúrulega að verulegu leyti vegna þess að það er verið að færa meira af handbæru fé yfir í bundnar innstæður eins og við sjáum áður að það er hækkuð milli ára. Handbært fé í ársbyrjun 156,7 milljónir króna og með tilliti til lækkunar á handbæru fé á árinu endaði þetta í 129,9 milljónum króna. Ég veit ekki hvað ég á að fara mikið í einstakar skýringar eða sundurliðanir. Eins og kemur fram í áritun okkar á ársreikninginn þá er miðað við sömu reikningsskilareglur og áður. Það er ekki verið að víkja neitt frá þeim reglum eða viðmiðunum sem áður hafa verið notaðar. Þarna sjáum við að launin er að hækka svolítið milli ára en eins og ég gat þá er það einkum vegna þess að stöðugildum fjölgað á árinu og laun hækkuðu á árinu. Kostnaður við tímaritið hækka töluvert milli ára, það er vegna þess að það eru gefin út fleiri rit á árinu og hækkar úr 4,2 milljónum í 10,7 milljónir króna. Annar rekstrakostnaður hækkar töluvert milli ára úr 37,2 milljónir króna í 59,6. Þið sjáið þarna er liðurinn til dæmis næst neðsti liðurinn afmælisári Öryrkjabandalagsins. Kostnaður vegna þess liðar fer úr 7 milljónum í tæplega 15 milljónir og svo eru þarna aðrir liðir líka eins og aðkeypt þjónusta sem varðar það að stórum hluta líka. En þetta eru svona stærstu liðirnir sem skýra þennan mun og síðan er náttúrulega verðbólga, 4-5% verðbólga svo sem milli ára sem náttúrulega hefur sitt að segja líka. Varanlegir rekstrarfjármunir, þið sjáið þarna á yfirlitinu að hvernig þetta sundurliðast. Þið sjáið að það er verið að bæta við á árinu á þessar 5,4 milljónir. Það er að sé áhald og tæki 947 milljónir króna, tölvubúnaður 2,6 milljónir króna og innréttingar eignfærðar upp á 1,9, samtals 5,4 sem við erum
búinn að nefna hér áður. Þannig að bókfært verði árslok að teknu tilliti til afskrifta ársins upp á 2 milljónir rúmlega eru 4,9 milljónir. Þarna sjáum við hvernig stofnframlögin sundurgreinast eins og ég fór yfir áðan og breytingar á eigin fé, að eigið fé óráðstafað eigið fé og eigið fé samanstendur eingöngu af óráðstafað eigin fé, að það hækkar þarna úr 437 milljónum króna hagnað ársins 46,8 milljónir króna og eigið fé endar þarna í 484 milljónum. Og þarna sjáum við hvernig lífeyrisskuldbindningin breytist. Hún var í ársbyrjun 43 milljónir, hækkar aðalega vegna launabreytinga 5,8 milljónir króna, greiddur lífeyrir 3,9 og við endum þarna í 45 milljónum. Og hluta því sem áætluð greiðsla vegna ársins 2012 farið þarna til lækkunar á langtíma hluta skuldbindingarinnar. Nú þarna sjáum við viðskipti milli tengdra aðila sem eru þessi tengdu félög eða samtök, hvernig þau þróast á árinu og eins og þetta kemur fram, það eru engin viðskipti við stjórn Öryrkjabandalagsins eða framkvæmdastjóra á árinu né lánveitingar til þeirra. Þetta er eitt af því sem við fórum í gegnum. Þarna sjáum við nánari sundurliðun á launum og launatengdum gjöldum. Þið sjáum að stöðugildin, starfsmannafjöldin að meðaltali á árinu, hann að starfsmönnum fjölgar eða stöðugildunum úr 6,8 í 9,25 og þessi lífeyrisskuldbinding sem við fórum yfir áðan, hún stafar af því að bandalagið er skuldbundið til þess að greiða 3 lífeyrisþegum og 1 fyrrverandi starfsmanni bandalagsins eftirlaun. Þannig að það er ástæðan fyrir þeirri færslu. Og síðan eru hérna bara aftast í reikningnum eru yfirliti yfir styrki sem hafa verið inntir af hendi á árinu og samanburður við árið á undan. Og ég ætla ekki að lesa það neitt sérstaklega upp en þá erum við komin á enda í reikningnum. Nú ef það eru einhverjar spurningar sem ég get svarað þá er ég vitaskuld tilbúinn að gera mitt til að svara þeim. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Þá opna ég fyrir umræður reikning Öryrkjabandalagsins og Lilja Þorkelsdóttir hefur þegar beðið orðið en endilega veifiði mér. Þá punkta ég ykkur hjá mér. Lilja, gjör svo vel. Já, fundarstjórar, ágætu fundarfulltrúar og aðrir gestir. Ég vil bæta eins við það sem endurskoðandi sagði hér áðan varðandi ársreikninginn og ræða tekið upp bandalagsins. En eins og hér kom fram þá voru þær mjög góðar á síðasta ári. Reyndar hafa það aldrei verið eins háar. Og eins og þið eflaust vitið þá koma tekið bandalagsins alfarið frá lottóinu eða íslenski getspá en Öryrkjabandalag á 40% hluti í fyrirtækinu. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands á rúmlega 46% og Ungmennafélag Íslands á rúmlega 13% hlut. Og tekjurnar hafa sem betur fyrir aukið síðan að kreppan skall á. Það voru svona jafnaði 200 milljónir á ári fyrir hrun, svona fyrir 2008, en síðan eftir hrun þá fóru þær að aukast. Og hérna sem dæmi, til dæmis voru þær árið 2009 274 milljónir. Það kom okkur verulega óvart að þetta skildi gerast, enda ekki sjálfgefið að slíkt gerist við slíkar aðstæður eins og í þjóðfélaginu. Og síðan árið 2010 þá jukust þær enn meir og síðan 2011 voru þær komnar upp í 323 milljónir eins og kemur fram í ársreikningnum.
En þá erum við ekki að telja með auka framlæð upp á 40 milljón króna sem er sérliður í ársreikningnum. Sem sagt, þær tekjur eru ekki tilkomnar vegna lottótekna fyrir það ár, heldur hér að ræða varasjóð sem safnað hafði verið í nokkur ár til að fjárfesta í nýju sölukerfi. Og þeirri fjárfesting var frestað og þá var ákveðið að greiða varasjóðin út til eigenda Íslenska Getspár í tilefni af 25 ára afmæli félagsins. Og meginhluti upphæðarinnar eins og við vitum rann beint til aðildarfélaga Öryrkjabandalagsins. Og eins og hér er komið fram þá var hagnaður af rekstri bandalagsins á síðasta ári og því lögðum við fyrir 30 milljón krónur í varasjóð. En varasjóðurinn var í lok síðasta árs komin upp í 93 milljónir en hann er varðveittur inn á lokuðum verðtryggðum reikningi. Og varasjóðurinn er tilkominn af tekjum frá lottónu en nauðsynlegt er að hafa hann þar sem við getum aldrei verið viss að þær tekjur sem við höfum haldi sér. Þetta er nú að sjálfsögðu lottó. Og við verðum auðvitað að geta mætt óvæntum útgjöldum eða óvæntum lækkun og tekjum. En síðan er bandalagið eins og sjá ársreikningnum með upphæð inn á öðrum verðtryggðum reikningi og hann er tilkominn vegna arðs sem fengum frá Ólafi Gísla Björnssyni. Hann ánafnaði Öryrkjabandalaginu allar eigur sínar og þegar hann lést árið 2002 þá námu þær 50 milljón króna. En þessi varasjóður hefur ávaxtar inn á verðtryggðum reikningi sem betur fer og því hrundi þessi sjóður ekki þegar bankahrunið varð. En lottótekjurnar hafa sem sagt hækkað í kreppunni sem gert okkur kleift að mæta aukna álagi á skrifstofunni vegna ástandsins í þjóðfélaginu og líka þeim miklum breytingum sem átt sér stað innan málaflokksins. Jafnframt höfum við getað verið sýnilegri í baráttunni og í fyrra gátum við sem dæmi í tilefni af 50 ára afmælis bandalagsins gefið út bók sögu Öryrkjabandalagsins og kvikmynd starfsemi þess. Hún var einnig að veruleika og síðan gáfum við út líka veglegt afmælisrit. Og síðan eins og mun eftir þá vorum við með fundaröð víðsvegar landið í tilefni af yfirfærslu á málaflokknum frá ríki til sveitarfélaga. Og síðan vörðum við einnig meira fjármagn í auglýsingar og síðan að lokum vil ég segja það því vita að kostnaður bara almennt hefur aukist eins og kom fram hér áðan að verðbólgan var nú talsverð í fyrra. En nú er útlit fyrir að tekjur frá lottónu verði svipaðar og í fyrra. Mér sýnist þær ekki vera að hækka og það er bara jákvætt að þær allavega ekki að lækka og það gerir okkur kleift að halda áfram okkar baráttu og vonandi getum við elt hana enn frekar. Takk. Takk Lilja. Eru fleiri sem að vilja taka til máls eða spyrjast fyrir ársreikninga Öryrkjabandalags Íslands? Já, gjörðu svo vel. Vil minna fólk á að kynna sig. Komið sæl, ég heiti Ellen Kalmón og er framkvæmdastjóri ADHD samtakanna. Ég vildi bara taka það fram svona fyrir aðra fundagesti að því að hann talaði launahækkanir væri þarna nokkuð stór liður og við erum nú flestu öll alltaf í kjarabaráttu þess vegna varst mér mikilvægt að taka fram að mestu leyti var launaleiðréttingu að ræða. Ég sit sem sagt í framkvæmdastjórn ÖBÍ og ég vil bara fólk vita það. Þetta var að mestu leyti launaleiðréttingu að ræða því að starfsmenn í ÖBÍ voru langt á eftir í öllum töxtum og hafði verið það í mörg ár. Þannig að það bara liggi ljóst fyrir. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri? Já, gjör svo vel. Fundarstjórar, góðu fundamenn. Ægir heiti ég, framkvæmdastjóri í félaginu og í aðalstjórn bandalagsins. Takk fyrir þessa reikninga og frábært að það skuli vera svona vel rekið bandalagið og er ég mjög ánægður að heyra orð síðasta ræðumanna að laun okkar starfsmanna hafi verið leiðrétt. En það er ein spurning, aðeins ein. Það er þessi hækkun á húsaleigu, rafmagn og hita sem ég þætti gjarnan að fá að vita skýringu. Takk.
Takk fyrir þetta. Hver vill svara spurningunni? Framkvæmdastjóri bandalagsins ætlar að svara henni. Gjörðu svo vel, Lilja. Já, leigan hefur hækkað aðalega vegna þess að við fengum helmingi stærra húsnæði þegar Brynja hússjóður flutti sína skrifstofur yfir í annað húsnæði og við fjölgaðum starfsfólki þá þetta stækka húsnæði helming en síðan hækkaði Brynja hússjóður líka leiguna hjá okkur til samræmis við aðra leigjendur hjá Brynja hússjóður og þá var líka talsverð hækkun þar. Takk. Eru fleiri sem að vilja spyrja? Eða taka til máls? Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera þennan ársreikning Öryrkjabandalagsins fyrir árið 2011 upp til samþykktar eða synjunar og þeir sem að samþykkja reikningin gefa mér merki. Og þeir sem að móti kunna að vera, hann er samþykktur samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Þá verður reikningur Brynju hússjóðs Öryrkjabandalags Íslands þá verður lagður fram reikningur Brynju hússjóðs Öryrkjabandalags Íslands og reikningur Hringsjár og reikningur Örtækni vinnustaða ÖBÍ. Þeir eru lagðir fram hér en ef einhver er með spurningar varðandi þessara reikninga þá mun Guðmundur Snorrason einnig svara fyrir þá. Er einhver sem er með spurningar varðandi þessara reikninga? Svo er ekki og þar með er þessum lið lokið og komið að næsta lið sem er kosning í framkvæmdastjórn, kjörnefnd, laganefnd og kjör tveggja skoðunarmanna.